ef að ættir að ráðleggja, ég veit að gefur það ekki út fyrir að vera einhvern uppeldisfræðing, en hvaða ráð myndirðu vilja gefa foreldrum sem að eru í smá vanda með börnin sín í dag? Það er reyndar hlutur sem ég tek mjög oft umræðu við foreldra sem að þegar maður er að leita að krakka og svona, það er orðin þreyta, það er orðin reiði, það er orðin sorg, það er orðin hræðsla og allt slíkt. Það er það að þegar eitthvað kemur svona upp og þegar ég kem heim með krakka sem búin týndir ykkur tíma, hefur ekkert heist frá, það er allir orðin mjög tens og ég þarf að útskýra fyrir krakkanum hvað það þýðir að mála skrattan á vegginn. Þau skilja ekki orðið eða setninguna, ég þarf að útskýra það. Þá biði ég oft foreldrarnum það að þegar barnið kemur heim, þá skulum bara taka utan það, fagna þessi komið heim, spyrja hvort það sé svangt, hvort það þurfa að vera í sturtu og svo tölum við saman á morgun. Já. Þannig að þess að þegar að við erum orðin þetta tens, krakkarnir kunna alveg að spila á allast þær á því og þá missum við stjórn á þessu samtali. Það fer úrskeiðir alveg klárlega. Þannig að við ætlum við tökum það á morgun, þeim líður endilega ekkert of vel með það hvernig að býða með það. Við erum það allavega svona búin að ná aðeins niður. Hitt er það, og það kemur að því að þroskast, það er þetta traust. Það er bara hlutur sem að fólk þarf að gera, byrja að tilgangsa. Þegar að krakkanum verður einhvað á, hann gerir einhver mistök, að við förum ekki upp á háasíð. Það fari ekki allt á hvolf. Þannig að við þurfum, krakkarnir verða, og þá kemur þessari ofvendun líku, þau verða að fá, ég þurfti að læra það þannig, reyndar bara 30 ára eða hvað það var, það var skynsamlegt að sleppa steininum, ekki fara með honum niður, ég hef ekki gert þetta aftur, það hefur einhver annar hent stein í mig aftur á móti, en þú veist, það er líka þegar að við gefum þeim þennan kost á því að koma og segja, ég braut rúðuna hjá henni, Siggu í nágrunni í það næsta húsi og krakkin kemur að fyrrabræði og það var nú kannski ekki gott en nú skulum við fara til Siggu og biðja hann afsökunar og laga þetta og þetta gerist ekki aftur og vonandi bara gerist það ekki aftur í staði fyrir að það fari allt upp á háasíð. Þannig að ef þetta er hægt á einhvern nátt auðvitað þurfa þau stundum og það hefur verið sagt að maður þurfa að gera sömu mistökin þrisvar til að vera viss en ef það fara að gerast mikið oftar skilur þá en það að gera mistök og síðan hegðunarvandi getur verið annað en við þurfum svolítið að það er líka ég hef sagt að þegar að krakkarnir þegar gerist eitthvað slæmt það er til dæmis brotið á þessum krakkum þá verða þau að vita það að þau geta komið og sagt manni frá án þess að fara allt á hvolf. Það sé svona örlítill yfirvegun í því. Þannig að við viljum ekki og ég segi við það, þú veist, auðvitað er langbest ef að foreldrið eitthvað að trausti sé milli þín og foreldrið, þú getur sagt foreldrinu hvað sem er, á þess allt fara en í stað, eða þá einhver annar í nágrunni við og það er sumir sagt að einhver kennari hafi bjargaðum, auðvitað er það langbest ef það er foreldrið. Það getur líka verið eldra systkini sem eru orðið fullorðið. Þannig að ef þau fara að byrja þetta inn í sér þá fara hlutinni stundum úrskeiði sko. Þetta eru svona punktar sem ég reynir svolítið að koma inn hjá foreldrum en auðvitað, þú veist, ég þekki ekkert undanfaran og